Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 28. júní. Gaman að sjá ykkur hér. Liðna helgi var nú ekki endilega útlit fyrir það. Við erum hér í útsendingu þennan daginn. Í kjölfar þessa rússneskur hryðjuverkahópur tók hér gögn Morgunblaðsins í gíslingu. Hér var allt á öðrum endanum en fyrir eiginlega hálfgert kraftaverk og ótrúlegan dugnað samstarfsmanna minna kom Morgunblaðið út á mánudagsmorguninn síðasta eins og alla dagana síðan og eins og blaðið hefur gert reyndar alla götur frá 1913. Það var afrek og það var gott að sjá að við létum ekki þess að þrjóta stöðva okkur. Ég vil hér koma á framfæri þökkum til áskrifenda og notenda að miðlum Árvakurs, hvort sem það er K100, mbl.is eða Morgunblaðið, fyrir það þolgæði og þolinmæði sem að fólk hefur sýnt í þessum aðstæðum. Starfsemin er öll að komast á réttan kjöl, skulum við vona, og núna verður þannig girt fyrir hlutina að þessir þrjótar komist ekki aftur hér inn í kerfin hjá okkur. En það voru tveir menn sem að öttu kappi í kappræðum í kvöld í Bandaríkjunum á vettvangi CNN. Það voru þeir Joe Biden og Donald Trump. Ótrúleg uppákoma leyfi ég mér að segja þar sem að Joe Biden birtist okkur sem hrörnandi gamalmenni. Það er verður ótrúlegt að fylgjast með því hér á komandi vikum og mánuðum hvernig baráttunum mun vinda fram. Við ætlum að ræða það í fréttum vikunar hvort að Biden sé bara mögulega á leiðinni út úr pólitíkinni í kjölfar þessarar ótrúlegu frammistöðu. En það var margt áhugavert svo sem í vikunni líka. Við fengum nýjar verðbólgutölur, 5,8% verðbólga í júnímánuði með 6,2% í maí. En svo var viðskiptaráð að birta mjög athyglisverðar tölur í gær. 27. júní er útborgunardagur launamannsins. Ef að fyrirtæki á Íslandi ætlar að borga starfsmanni sínum 719.000 krónur í laun, sem er miðgildi launa í landinu, þá er það einfallega þannig að fram til 27. júní er starfsmaðurinn einfallega að borga skatta, launatengd gjöld, tryggingagjald og gjöldin sem að fara í lífeyrissjóðina. 27. júní er sér fyrsti dagur ársins þar sem að launamaðurinn fer að bera úr bítum þau laun sem á honum er skömmtuð eða hann hefur samið um. Þetta er ótrúlega staðreynd og er okkur áminning það hversu mikið ríkisvaldið, hið opinbera og lífeyriskerfið sem er þetta hluta almannatryggingakerfinu í raun og veru er að taka til sín í okkar samfélagi. Við vinnum og það er ekki alltaf allt í okkar eigin þágu. Þetta og kannski ýmislegt fleira hér í þættinum og eftir. Fanny Birna Jónsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1, Jón Axel Ólafsson, útvarpsmaður og athafnamaður með veru. Þau ætla að ræða hér við mig um fréttir vikunar. Svo koma þau hingað Arnar Sigurðsson og Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, þingkona Framsóknarflokksins og ætla að ræða um ríkiseinokun með áfengissölu og hvort að hún sé raun til staðar enn í dag eða ekki. Fylgist þið vel með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Disco frisco, disco frisco. Disco frisco, disco frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Þá eruð þið komin hingað til mín við borðið í hádegismáum, Jón Axel Ólafsson, útvarpsmaður og athafnamaður með veru og Fanny Birna Jónsdóttir sem er dagskrárstjóri Rásar 1 í Efstaleiti. Komið þið sælblessuð. Blessaður. Gaman að sjá ykkur. Þið virðist alveg út hvíld og ég veit að þið hafið setið límdi við sjónvarpinu hér fram á nótt að fylgjast með miklum pólitískum atburðum í Bandaríkjunum. Já, ég get nú ekki sagt það. Ég tók þetta í morgun. Já, þetta virðist hafa verið mjög áhugavert í nótt og var svo sem lá alveg fyrir að þetta er spennandi. Ekki endilega af svona réttu og gleðilegum ástæðum. Þetta er náttúrulega gamlir menn að mætast þarna í kappræðum bara eitthvað, ef ekki það valdamesta embætti sem að kosið eru með lýðræðislegum hætti og verið gert núna í vetur. Og það fór þannig eins og svo margir óttuðust að Biden í rauninni bara missir þetta úr höndunum og maður sér það á öllum miðlum í morgun að flestir eru bara hreinlega að velta fyrir sér hvernig sé hægt að skipta honum út áður en verið kosið. Frammistaðan hans hafi verið svo skelfileg að það sé í rauninni
besta og raunhafasta niðurstaðan fyrir demokrata til þess að eiga eitthvað séns í þessu kosningum að hreinlega bara skipta honum út. Er það raunhæfur möguleiki? Ég er nú ekki nógu vel að mér í bandarísku stjórnmálum en jú, það hlýtur nú að vera. Maðurinn virka bara dement í þeim klippum sem ég sé. Þeir hafa hvorugir verið útnefndir fyrir sína flokka, þannig að það er ennþá í raun og veru, þetta er svona óvunnilegt hvað þetta er snemma á ferðinni. Landsfundirnir eru... Já, það er ekki búið að útnefna þá í raun og veru, þannig að landsfundirnir gætu í raun og veru gert breytingar. En þetta var náttúrulega fyrst og fremst kannski bara sorglegt að horfa á þetta í gær, vegna þess að Joe Biden er náttúrulega, sko, hann er klárlega náttúrulega, hvað ég segja, hann er greinilega veikur, sko. Það er í raun og veru ábyrgðar hluti að tefla manni sem er veikur eins og hann er. Hann er ekki bara gamall. Nei, hann er ekki bara gamall. Sko, við megum ekki gleyma því hann er jafn gamall og Cliff Richard í Rolling Stones. Já. Og Ári eldri en Mick Jagger. Ári eldri en Mick Jagger, sko. Þannig að sko aldur er ekkit endilega það sama. En hann er veikur og hann er með einhvers konar elliglöp sem ég kann ekki að skýra út. Og það er alveg klárlega núna neyðarfundir út öll Bandaríkin það hvað skal gera í málinu vegna þess að menn náttúrulega sjá fram á það að þetta hafi verið hrapaleg mistök að setja hann í þessa kappræður. Ef þeir ætla að bjóða hann fram, af hverju settu hann í kappræðinu? Þeir hefðu líka geta bara neitað því, er það ekki? Hann eiginlega átti frumkvæðið að þessu. Já, hann og hans fólk. Hann og hans fólk, sko. Komdu bara. Það var eiginlega svoleiðis attitút, sko. Já, ég meina, hann hefur alveg átt sæmilega daga, þó maður sjá hann svona helst á miðlunum þessi moment eða þessa klippur af því þegar hann er einhvern veginn, og þetta er ekkert í fyrsta skipti, þar sem hann bara sónar út og klárar ekki setningarna sína, byrja bara svona eitthvað að tala í hálfum hljóðum, maður hættir að skilja nokkuð sem hann segir og þetta er bara, ég myndi segja þetta sé mikið áhyggjuefni og jafnvel þó þessi hægt að skipta honum út, að þá náttúrulega liggur það alveg fyrir að sko það hafa farið milljónir, 20 milljónir, 100 milljónar bandaríkjadollara hjá demókrötum í því að tefla honum fram, að byggja hann upp áfram sem rétta mannin í þetta embætti fyrir þeirra hönd. Þannig að það væri stórmál að skipta honum út á þessum tímapunkti, algjörlega. Johnson gerði þetta reyndar á sínum tíma, hann bara tilkynnti það á landsfundunum sjálfum að hann þyrfti ekki að fara fram. Þeir komu með einhver kandidat sem að enginn maður hvað heitir og þetta tapaði kosningunum. Nú er bara stóra spurning hvað sko kosningastjórinn eða stjórnin gerir í stöðinni og ég meina Kamala Harris er ekki mannlegur kostur fyrir þá að skipta henni inn á. Ég held að alla mælingar sýni að hún ætti ekki í það hvað sem er. Sko. Það að skipta inn á núna er náttúrulega líka meirinn að segja það bara út af því hver að bjóða sig fram á mótunum. Trump er langþekktasta stærðin í þessu. Já, alveg gríðarlega þekktur og sigurstranglegri að svo stöddu. Þannig að það er þá að vera. Ég veit ekki hver það ætti að vera sem ætti að eiga eitthvað tjens. Þetta er bara eitthvað stórstjörna. Sko. Já, sko, ef ég væri kosningastjóri, ég myndi setja Michelle Obama inn. Hún myndi hræra upp í þessu. Það fengi gríðarlega athygli. Hún naut ákveðna vinsælda og þau bæði hjónin þó svo að þau hafa kannski verið vinsælli utan Bandaríkjanna heldur en innan. En ég held að þau þurfa að gera eitthvað svona sjokkar til þess að fá í raun og veru eitthvað svona replacement fyrir kallinn. Ég er ekkert viss það að hann klára sig á þessum kosningum. En eitt er að hann skuli bjóða sig fram, kosningarnir í nóvember og síðan embættisskiptin í janúar. Maðurinn er núna forseti Bandaríkjanna. Hann ræður yfir 12 flugmóðurskipum og 3000 kjarnaoddum. Það hlýtur að vera áhyggjuefni að horfa upp á mannin í þessu ástandi, vitandi það að hann fer fyrir langstærsta her í heimi, langöflugasta hagkerfi í heimi. Að þú sér líka mikið mun á honum frá því að hann var kosinn og hann til núna. Já. Og það sem að vekur líka upp svona ákveðna hvað ég segja, ef vekur athygli er það að kannanir sem voru gerðar eftir kappræðarnar í nótt sína að þær eru ekki að hafa mikil áhrif á skoðanir fólks á þeim tveimur. Ef þú varst búin að ákveða að kjósa Biden, þá bara þú ætlar að kjósa hann. Alveg sama þó hann hafi staðið sig illa. Polarisýningin er svo svakaleg. Já, og sko, hinn valkostur er þá Trump, því hún nefndir flugmóðurskipin og allan heraflan og það er ekkit óeðlilegt að fólki lítist ekkert betur á þann valkost. Þetta er eins og ólíkt að það gerist. Polarisýningi í skautunni í þessu samfélagi er svo svakalega, jafnvel þó að þeir lítist ekkert á það að vera með einmitt mann sem er augljóslega veikur, eins og Jón segir, að þá er ansi svona stór biti að kyngja alltaf þá að
kjósa Trump í staðinn. Það ég veit ekki hvort vera, sko. En ekki alveg sóknarfæri fyrir Trump í því einmitt að Biden standi sig svona og að fólk þá bara kjósi ekki Biden, þar að segja að menn flikki sér ekki að bakjónum og allar kannanir benda til þess að Trump muni hafa þetta og ekki dróð þessi framistöða úr líkunum á því. En þeir eru náttúrulega báðir svolítið að byggja kosningabarnir sínar á þessu, að hinn aðilinn sé ómögulegur. Fullkomlega óboðlegur, já. En nú Trump, óboðlegri en ég. Trump náttúrulega með forskot núna og þegar maður horfði á þetta þá svona hafði maður á tilfinningunni að Trump kom þarna. Maður hefur oft séð hann beittari og svona ruglaðari í sinni framsetningu. En hann kom bara, basically, og gerði sem minnst. Hann lét bara Biden einhvern veginn bara sjá að móka hóluna. Er það ekki taktík? Það alveg klálega 100% taktík. Að verða ekki miðpunktur athyglinnar þegar að neikvæð athygli á andstæðingnum? Já, það Ég myndi halda að þetta hafi algjörlega verið ákveðið ef hann myndi svona fara inn í þetta og taka eftir því að Biden væri ekki upp á sitt besta, þá ætti að bara draga sig í hlé. Já. Það er annar þekktur stjórnmálamaður sem að beita þessa taktík, Kristrún Frostadóttir, á meðan að stjórnarflokkarnir á Íslandi í þann mund að eyða sjálfum sér. Ný maskinukönnun sem sýnir að Sjálfstæðisflokkurinn er komin undir 15%, Framsókn í 10,2%, er svona parið Viðreisn og VG nú reyndar aðeins að hífa sig upp, komið upp í 5% heil, getur jafnvel enda með mannin á þingi. Hvernig líst ykkur á stöðunni í pólitíkinu svona við þinglokin? Já, þetta er bara mjög áhugavert. Þetta hefur stemt í þetta, leynt og ljóst, þetta er bara búið að vera þróunin sem heldur áfram. Og ég svona viðtal við formann Sjálfstæðisflokksins í gær sem að sagðist búast við því að þetta myndi nú eitthvað lagast og auðvitað er þetta náttúrulega ekki niðurstöðun einna kosninga, þetta eru eitthvað skoðanakannanir og vill oft verða þannig að Sjálfstæðisflokkurinn mælist minni heldur en hann verður síðan á endanum, en þetta er náttúrulega ótrúlega þróun fyrir þetta stórveldi sem að Sjálfstæðisflokkurinn var, sem hann er í rauninni bara að stefni að verða alls ekki. Þó að fengi 5% meira í kosningum heldur en í þessum könnunum sem var þá 33% aukning, þá myndi hann ekki ná 20%. Nei. Væri það ekki algjört afhróð fyrir flokkin? Jú, fullkomið og það er náttúrulega bara mjög spennandi að vita hvað gerist, eða sjá hvað gerist núna næstu mánuðina. Það styttist í landsfundi hjá náttúrulega flestum af þessum flokkum, hvort að Bjarni ákveður að halda áfram og það er svo sem búið að spá hans starfslokum nokkuð lengi. Sá fundur ekki fyrir í febrúar reyndar, VG mun kjósa nýjan formann í október. Og það verður athyglisvert hver það verður sem að tekur við það. Ef hann hyggst hætta þá hlýtur hann að kynna það ekkert í haust. Þannig að mögulegir arftakar hans hafa ekkert tíma til þess að safna sér saman og höfðu eitthvað smá kosningabaráttu. Er einhverja líkur á að maður sem að sittur í embætti forsætisráðherra loksins og þarf að klára kjörtímabilið ef hann mögulega getur að hann sé að fara að hætta við þær aðstæður? Finnst þér líkur á því að hann sitji áfram í því embætti eftir kosningar? Ekki miðað við þessar tölur. Nei. Og ég er ekki viss að flokksmenn sætti sig við það að verða bara eitthvað svona milliflokkur. Ég meina þessi flokkar eru náttúrulega gigantískir sillingu, bæði Samfylkingi sem nefndir áðan og ekki síður miðflokkurinn. Þannig að en það er líka stóra málið í þessu. Sko, við vitum fyrir hvað miðflokkurinn og Samfylkingin fyrir hvað það standa. Og það held ég að sé stóra mein Sjálfstæðisflokksins í dag. Þú veist ekkert fyrir hvað hann stendur. Og hann hefur staðið fyrir allt öðrum hlutum heldur hann hefur lofað sínu fólki í gegnum tíðina. Í hverju birtist það? Já, það birtist til þess bara í þessum fórnum sem hafa verið í þessu samstarfi við Vinstri græna, skattahækkanir og útgjöld og óráðsía í peningamálum og annað sem að meira segja hörðustu sjálfstæðismenn eru bara farnir að líta til miðflokksins. Og miðflokkurinn er að vaksa á kostnað Sjálfstæðisflokksins, ekki neins annars. Og þannig að miðflokkurinn er orðin bara svona útibú Sjálfstæðisflokksins til þess að setja það í eitthvað samhengi. Og við sjáum alveg aðal mein Sjálfstæðisflokksins í dag er það að það er ekkert einu sinni unnið í því. Það er bara eiginlega bara búið að kasta inn handklæðinum fyrirfram og segja já, Samfylkingin er bara að fara að taka við. En nú segja allir þessi flokkar, Vinstri grænir, alveg eins og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, við okkur að fala þetta verkefni, þetta var það sem kom úr kjörkossunum, þetta var svo stjórn sem var eðlilegast að mynda, við höfum verið að takast á við erfið verkefni eins og Grindavík og eftirheturnar á COVID.
þetta í þjóðarþágu sem að við erum að leita þessara málamiðlana. Þjóðin virðist ekki vera sammála. Nei, langar betur við ekki. frá. Hvort hefur þjóðin rátt fyrir sér að þessir flokkar? Ég held að þessi flokkar hljóta hafa rámt fyrir sér, það sést bara svart á hvítu á þessum könnunum sem varst að vísa til og náttúrulega fylgis hrun Vinstri grænna algjörlega magnað. Og svo sjáum við núna til dæmis að í síðustu 2 kosningum held ég að sósíalistaflokkurinn bara umtalsvert stærri heldur en Vinstri græn og þau hljóta, ég veit ekki alveg, ég vorkenni þeim sem að þurfa einhvern veginn að ákveða næstu skref hjá Vinstri grænum. Það er ekkert augljóst í því og það pínur svolítið eins og sjálfstæðisflokkur og maður sér ekki hvað í ósköpunum þau geta gert fram að kosningum sem á að laga þetta eitthvað. Er ekki augljóst að Svandís tekur við þessu í október og bara sprengir stjórnina? Hún sprengir sérfræðingur þess flokks? Já, ég meina hún náttúrulega svona út á við, virkar eina manneskjan sem hefur einhvern veginn verið svona harðlína vinstramegin, svolítið svona eins og órulegri þingmenn sjálfstæðisflokksins. Það ekkert mikið af því fólki virðist hafa verið nokkuð svona stilt inn í þessari ríkisstjórn, önnur en Svandís og fer bara á það bása sem þeim skipað. Þannig að það myndi maður telja vanlegasti kosturinn fyrir Vinstri græn. En það ekkert augljóst að þau sprengi. Hvað þau ætla að gera til þess að laga stöðuna veit ég ekki, en ef þau sprengja þá bara fara þau fyrr í kosningar og hafa minni tíma til þess einhvern veginn að rétta stöðun eitthvað við. En heldur þú að stjórnin lifi út kjörtímabilið? Já. Þú heldur það? Já, ég held það. Og ég held að fólk ansi fljótt að gleyma, ég man þegar þessi ríkisstjórn var mynduð á sínum tíma að ég með mikið af sjálfstæðismönnum í kringum mig og það var rosalega mikið talað að þetta væri óbúslega afglöp hjá formanni Sjálfstæðisflokksins að fara í þetta stjórnarsamstarf af því að vinstri menn og sérstaklega náttúrulega á þeim tíma Vinstri græn, þeim væri bara hreinlega ekki treystandi. Þau myndu sprengja upp stjórnarsamstarfið mjög fljótt út af engu og það hefur sannarlega ekki ræst. En við sáum það til dæmis í vor. Við sáum alveg núna áður en að þing var sett í sumarfrí að það var orðin svakalegu pirringur og það var eiginlega, maður fekk búin að vera lengi. Jú, en þetta var rosalega mikill pirringur sem var orðin núna. Það eiginlega bjargaði stjórninni að það kom, sumarfrí. Já, en það gerði það líka síðastlið sumar þegar þau bara slúttuðu þinginu án nokkra niðurstöðu. Einmitt, þetta búið að vera og það hefur rosalega margt komið upp í Íslandsbankasalan og bara ótrúlega margt sem að einhvern veginn og við erum alltaf að tala þetta út frá þessum könnunum og hvað gerist niður á þingi en svo náttúrulega voru rosalega stór mál sem voru kláruð núna, breytingar á lögum örorku sem eru alveg ættu í raun að vera svona svolítið flaggskip fyrir Guðmund Inga, en einhvern veginn... Og allir flokkarnir stærri. Allir flokkarnir, já. Og nær svolítið að vera sigur allra, en ekki sigur hann sem svona merkilegur árangur á hans hálfu að tapa því í rauninni niður. Eina fólki sem brjálað yfir þessum breytingum eru öryrkjarnir sem eru inn á Alþingi. Atorkusömustu þingmennir af öllum, duglegasta fólk sem maður hefur séð. Já, alveg mælanlega duglegast. Já, bara í ræðuhöldum og öðru slíku. En ef maður svona speglar þetta aðeins í pólitíkin úti, það bendir allt til þess að Macron sé að gjalda afhroð í kosningu núna, komandi helgi, Rishi Sunak að veðja á að ná að snúa skipinu við núna fyrir 4. júlí. Og allt það á grunni, allavega í Bretlandi, þess að það sé að koma hagtölur sem að vísi rétt átt. Nú verðbólgan komin undir 6% á Íslandi loksins eftir langa hríð upp undir og jafnvel yfir 10%. Hvað haldið þetta hjálpi Bjarna Benediktssyni og stjórninni? Ég held að þetta tímabil sé ekkert búið, Ég held að við séum að sjá fram á verðbólgu og háa vexti fram á næsta ár. Ég held að hagtölurnar sé að kerfið alveg að sýna það að það spurning kerfinu og það þrýstingur í kerfinu, það mikill þrýstingur á húsnæðisverð í dag, ekki bara Grindavíkur áhrifin, heldur bara almennt. Og ef þú tekur húsnæðisliðin út þá er verðbólga undir 4% eða kringum 4%. Þannig að ég held að það verði áfram, við séum að horfa fram á næsta ár og fram yfir næsta sumar, þetta sama ástand og við erum að horfa á. Fram að kosningum þegar það verða í síðasta lagi. Ég tek undir þetta. Ég held að tíminn sé ofnaumur fyrir einhverja breytingar á hagtölum að hafa einhver áhrif í kosningum.
ekki nóg að segja að verðbólgan var 6,2%, nú er hún 5,8%. Það virkar nú ekki mjög mikið. Pólitíkin er búin að vera að vona að Seðlabankinn muni í haust, í ágúst, segja, við lækkum 0,25 punkta eða eitthvað slíkt, sko, þannig að senda þessi skilaboðum við séum að lækka. En við sáum bara hvað fjármálaráðherra var að segja. Hann sagði, sko, þetta er æðislegt, það er eitthvað að gerast, en samt svo eitthvað glatað. Þannig að, sko, við erum að horfa fram á það að þetta verði bara viðvarandi verðbólga hjá okkur á næstunni. Já, ég held líka að eitthvað smávægileg lækkun á stýrivöxtum myndi ekki hafa nægilega hratt þau áhrif að kjósendur færi að finna eitthvað almennilega fyrir því. Þetta væri það lítið lækkun, þú finnur þetta allstaðar, allir sem eru í fyrirtækjarekstri finna gigantíst fyrir öllum verðhækkunum, heimilin finna þetta náttúrulega ótrúlega af lánunum sínum og ekki síst við það bara fara út í búð og lifa lífinu. Þetta er bara, hefur áhrif á daglegt líf óbúslega margra. En mun fólk kjósa eftir stýrivöxtunum og aðborgunum af lánunum og verðbólgu? Ef því pakka rétt inn, sko. Það kýs rosalega oft með buddunni og þessi ríkisstjórn og núna leita af Sjálfstæðisflokknum sem náttúrulega er iðurlega að leggja mesta áherslu á einhvern veginn ábyrga fjármálastjórn. Það er holur hljómur í því þegar staðan er svona erfið fyrir heimilin, myndi ég halda. Það er engin innistæða fyrir því. Ég held að það sé mjög erfið staða fyrir þennan flokk, sérstaklega á þeim stað sem hann er núna að þurfa einhvern veginn að rétta af og sækja á. Þannig að það þarf að finna eitthvað annað og maður sér nú svo sem ákveðin merki þess að sé verið að reyna að finna einhver önnur atriði til þess að leggja áherslu á. Eins og hvað? Bara útlendingamálin til dæmis, ég meina, þetta er alltaf svolítið spurning hvort ætlar flokkurinn að fara einhvern veginn til hægri, reyna að sækja fylgi aftur til miðflokksins, eða ætlar hann að fara til vinstri, það sem er ansi mikið af flokkum að berjast. Og það er ákvörðun þegar mál eru sett einhvern veginn upp með þeim hætti sem að þetta sé einhvern veginn stóru málin sem að skipti öllu máli fyrir ríkisreksturinn og mér sýnist það einhvern veginn vera partur af strategíunni, af þeirri átt sem er verið að ákveða að fara. Við erum náttúrulega að horfa fram á það að það er náttúrulega mikið útgjöldum framöndan. Og það er, sko... Og enn lofaðu meiri útgjöldum. Og enn, ég sá bara í Morgunblaðinu morgun, það var verið að skrifa undir samning fyrir Tækniháskóla í Hafnarfirði upp á 29 milljarðar króna. Ásmundur Einar mættur. Og það er sko, það er 900.000 krónur á fermetr byggingakostnaðurinn á þeim skóla. Lilja er búin að vera ansi dugleg að lofa alls konar útgjaldaaukningum og bara mikið af þessu ráðherrum, ég meina svo bara heyrir maður, það er alltaf verið að tala um stöðunni í heilbrigðiskerfinu, það er verið að tala um og það bara liggur fyrir að útkoman allavega úr menntakerfinu er ófullnægjandi, eitthvað þarf að gera þar. Þannig að þó að Sigurður Ingi sé að tala um eitthvað niðurskurð þá svona kannski fer ekki alveg saman hljóð og mynd hjá þessum einstaklingum í ríkisstjórninni. En lausnin virðist líka alltaf vera svo að dæla meiri, lausnin er alltaf að eyða meiri peningum. Það er alltaf mjög hættulegt þegar Framsókn með peningamálin. Þá fara peningarnir fyrst að ferð og flug eins og við sjáum. Þeir eru með fjármálaráðuneytið, þeir hafa ekki verið með það í áratugi. Já, ég fæ ekki séð þetta hafi verið eitthvað mikið öðruvísi, ég meina, You ain't seen nothing yet. Nei, Samfylkingin fer með himinskautum, 27-30% könnun eftir könnun, mánuð eftir mánuð. Hún er ekki bara að sækja þetta fylgi á vinstri vangi, það eru augljóslega hægri sinnaðir, borgarlega sinnaðir einstaklingar að lega máls á því sem að Kristrún Frostadóttir hefur upp á að bjóða. Er það ekki rétt? Jú, algjörlega, og hún hefur líka gert bara mjög vel í því að koma sínum skoðunum á framfæri. Hún hefur stigið svolítið í lappirnar, hún hefur sýnt það að svona þessi gamli armur flokksins, hann hefur ekki getað svona verið að breyta hennar skoðunum. Helga Helgadóttir mætti í síðustu viku og sagði að Kristrún væri bara búin að ýta mannréttindum til hliðar, náttúruvernd umhverfisvernd. Ég held sko í grunninn er hún náttúrulega bara mjög skynsum kona og þó svo að við sjálfstæðismenn kannski sem ég skilgreina mig ennþá Þú segir þetta í hálfum hljóðum. Já, sem að við erum ekki að fagna miklum sko skattbreytingum eða aukinni skattbýningu, að þá hefur hún komið máli sínu mjög vel á framfæri, fólk skilur það sem hún segir og hún er skynsum með sínu málflutningi og það skiptir bara miklu máli. Á meðan að sko aðrir flokkar sem að hafa verið til þessi ríkisstjórninni hafa bara átt erfitt með að koma sínu skilabúðum á framfæri. Er eitthvað sem kemur í veg fyrir hún vinnið þessar kosningar? Nei, ég held ekki. Ekkert?
Ekki miðað við það sem Þetta er svolítið hvaða hennar svari að verið að tapa. gefa. Á þessum tímabúti er þetta hennar að tapa og hún er að gera þetta mjög vel eins og hún nefndir hérna í byrjun. Hún er að halda sér til hér meðan einhvern veginn hinir er að tortíma sér og það er bara mjög skynsamleg afstafa að svo stöddu. Svo byrjar þetta náttúrulega væntanlega allt í haust. Þá eftir að koma í ljós hverjir verða þarna með henni, menn þau eru ansi fá núna, þingmenn samfylkingarinnar. Og ekki fólk sem að hún virðist hafa mikinn áhuga á að trána fram í kosningunum. Nei. Mun hún ekki skipta þessu öllu út? Hún hefur mjög góða stjórn á sínu fólki, sko. Já, þau sjást Þannig að ekkert svakalega mikið. Þetta eru nú hún og hann Jóhann Páll sem eru þarna í forgrunni að mestu sýnismenni, sérstaklega í svona kynningarefni og öðru. Þannig ég gerir ráð fyrir að verði mjög mikið af ég veit ekki hvort það verði endilega nýjandlit en töluvert mikið af nýjum þingsætum sem hún þarf að fylla og þetta er líka alltaf hættulegt fyrir flokka. Þetta er svona lukkurittara tímapunktur þar sem að margir þyrpast að í vonum þingsæti. Já, oft. Og hún mun velja sitt fólk að inn, sko. Það er verið að breyta flokksamþykktum þannig að hún mun velja bara oddvitan í hver einasta kjördæmi. Já, hún fer ekki í það nema að vera með sitt fólk. Hafa ekki verið að tala um oddvitaprókjör? Já, en það er svona... Það liggur ekki alveg fyrir hvernig það verður. Nei, hún verður. virðist ætla að svona hafa tögl og haldir á þessu. Og það er margir nefndir, það er verið að nefna Ölmu Möller landlækni, það er verið að nefna Höllu Hrund, það er verið að nefna þinn yfirmann Stefán Eiríksson jafnvel í þessu sambandi. Það er búin að nefna hann samvikið við flestir flokka. Já, en ég meina það er greinilegt að menn telja að hún ætli að sækja þungavita fólk úr ólíkum áttum. Dag B, náttúrulega. Já, hann var nú í þetta hér hjá mér daginn og mér fannst nú ekki svona, mér fannst ekki augljóst að það væri svona þannig kemistri á milli þeirra að hún myndi vilja taka við honum. Það á eftir Er að koma ljós. það ekki áhætta fyrir hann að taka við fráfarandi borgarstjóra með borgina á hvínandi kúpunni? Jú, það er áhætta. Ég meina Dagur er bara þannig stjórnmálamaður að hann er mjög vinsæll hjá ákveðnum hópi og alveg gríðarlega óvinsæll hjá öðrum hópi og svona það er áhætta, sannarlega, en hann hefur svo sem líka langa sögu í flokknum sem að hún hefur ekki. Hann er slingur stjórnmálamaður. Hann er mjög slingur og ég meina við sjáum að hann hefur náttúrulega trekk í trekk haldið stjórnartaumum þrátt fyrir það að hafa ekki verið með nægilega mikið fylgi til þess. Og hann hefur alveg sýnt það að hann sé traustins verður ef hann ákveður einhvern veginn að hoppa upp á vagnin með einhverjum. Hann er búin að halda þessari stjórn í borginni lengi saman og þeim hópi sem þar er. Þannig að ef að þau ákveða að fara í eitthvað samkrull þá held ég að það gæti alveg farið færsalega en jú, það er áhætta. Eigum þau skap saman? Haldið þið það? Já, okkur ekki. Hún hefur ekki átt skap saman við allan þingflokkinn, Helga Vala hljópa á brott og sagan segir eftir nokkuð áralegum heimildum að það sé ekkert sérlega mikil partístemning á milli Kristrúnar og Oddnýjar Harðardóttur. Allavega kalla menn yfirleitt ekki til vinnustaðasálfræðinga. Þetta er náttúrulega breytingatímabil. Þarna hefur verið að breyta svolítið úr því gamla yfir í nýja og ég meina hún er náttúrulega hefur verið að gera bara mjög vel í sínu því sko. Kristrún virðist vera að gera svipaða hluti og Mette Frederiksen hefur gert með Glæsi Bragi í Danmörku og svo Sir Keir Starmer í Bretlandi sem að breyta verkamannaflokknum úr svona dygðarskreittum auglýsingaból sem að lýsir því yfir að hann sé betri en annað fólk og bara svona í praktískan jafnaðarmannaflokk af gamla alþýðuflokk. Þetta er svona stóra myndin, sko, þú veist að það þurfi einhvern veginn að ná tökum með mitt á efnahagsmálunum áður þú getur farið í svona, ég ætla ekki að segja minnimálin, þetta er allt stóru mál fyrir þá sem hún er hagfræðingur, hún hefur innustæðið til þess að tala um það sem hún er að gera. Það er nefnilega svolítið langt síðan að vinstrimenn hafa haft eitthvað að viti? Já, í því. Og hún er jafnvel bara einhvern veginn, hún er betur að sér en mjög margir í þeim málum og getur talað bara... Hún er náttúrulega bara eins og hríðskotabissa í kaplaðum. Nei, sko, það var mjög gaman að fylgja smiðinni hérna eftir hrun og svona þegar hún var kommentator í spjallþáttum. Þá var mjög gaman að fylgja smiðinni þegar hún kom og setti sin spegil á málin. Og hérna, hún hafði alveg innistæðu til þess að tala um þessar hluti, vel menntuð, þekkti þetta mjög vel og bara virkilega gaman að fylgjast með henni. Það var ákveðið vonbrigði þegar þeir fóru í pólitíkinn. En svo er þetta náttúrulega pólitíkin, þú veist, þú þarft að geta miklu meira heldur en bara einhvern veginn að vita og geta lesið skýrslur, þú veist, þetta er svo mikill leikur og
Og leikrit og sko intríkurnar í samfylkingunni og hafa oft verið svakalegar. Þannig að ég öfundan ekkert af þessu hlutverki. Þetta er en þú sér líka erfitt hlutverk. hvað að gerast sko. Það búið að stilla náttúrulega honum, ekki Guðmundur í Hafnarfirði? Guðmundur Árni. Kemur einn svona rússajeppi sko, til þess að sko hjálpa til við strategíuna, vendana gagnvart stórskotaliðinu. Og hann gerir það mjög vel. Og hann gerir það frábærlega. Og hann virðist tala stundum dálítið á skjön við hana en augljóslega í fullri sátt og samlyndi við hana til þess einhvern veginn að friða þennan maður upplifir þetta alveg. Já, sko maður upplifir þetta alveg. Þetta er bara rosalega flott strategía. Leyfa henni bara að glansa. Hann kemur hérna og passar svona allar hliðarnar. Hjálpar henni örugglega í svona gömlu pólitíkinni. Og hérna, þannig að hún þarf ekki að hafa áhyggjur af þeim armi. Mjög flott strategía. Að svo stöddu, ég meina það verður stórmál ef hún ætlar að íta til hliðar öllum þessum gömlu hestum. Já, ég meina Þórunn og Oddný eru alveg stofnanir innan þessara stofnunar, sko. Algjörlega, Og það verða einmitt örugglega einhverjir gamlir jálkar, gamlir rússajeppar sem að munu banka þarna upp og í vonum mjög tryggt þingsæti. En þær hafa nú ekki fiskað mikið á síðustu árum fyrir lokin. Ég veit það ekki. Það verður ekki bara samið þetta eins og allt annað í pólitíkinni? Út á það gengur þetta. Eru þið á leiðinni í framboð í næstu kosningum? Alls ekki. Nei, ég er að fara í matarboð þannig að ég er mjög ekki bara... Þú er bara upptekinn? Ég er bara upptekinn. En þú að fara í framboð? Nei, hvern dettuð það í. Þá færum við talað öðru. Það er hafin kvikusöfnun aftur undir Svartsengi. Hvað enda þetta? Ég held að þetta sé Pútín. Ég held að hann... Er hann að dæla Ég held að hann sé með samsæðiskenningarnar? Það væri hægt að leysa þetta einhvern veginn þannig að það væri mannanna verk, að þá væri þetta held ég auðveldara, sko. Þetta síðasta gos var svakar. Ég meina, orkuverið var í raunverulegri hættu að þessu sinni. Þó þetta virtist bara orðið frekar saklaust, þá mallar þetta fram og alltaf hækka þessir hraukar þarna. Já, þetta er bara algjör hryllingur. Það er ekkert flóknar en það. Og jafnvel einhvern veginn þó þessi búið að flytja flest burt og að þá eru þarna einmitt verðmættir sem eru bara ofboðslega erfitt að ætla einhvern veginn að sjá fyrir sér að missa. Bæði Bláa lónið og orkuverið í Svartsengi, þetta eru gríðarlega mikil þjóðarverðmæti. Og ég held að það geti enginn okkar færustu sérfræðingar hafa verið að segja þessu ljúki í júlí, sko, og þeir hefur svo sem ekki sagt hvaða dag þetta myndi ljúka. En sko ég held að sé ekki nokkuð leið fyrir einn eða neinn að segja að þetta sé að verða búið. Þetta getur breyst eins og ykkur, ég held að Ármann Höskulds hafi sagt sko að þetta geti fæst á milli sprungna. Þú veist, ég held að geti bara allt gerst í þessu máli og það er bara nánast vonlaust annað að gera heldur en bara að reyna að vera eins vel og undirbúinu og kostur er. Það er vonandi að þeir hafi rétt fyrir sér með goslok í júlí eða ágúst. Við getum ekki sagt neitt um það, en við getum fullyrt það að þessu góða spjalli sé lokið hér með þennan ágæta föstudag. Ég þakka ykkur fyrir frábært innlegg í þáttinn að sinni, Jón Axel Ólafsson og Fanný Birna Jónsdóttir. Hér eftir örskamma stund ætlum við að venda hvað okkar kross og fara að tala Bakkus, áfengisverslun og hvort að ríkið hafi einkaleyfi á slíkum business hér á landi. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Já, 10 ár. Hægt og rólega 1 ár í senn og engar áhyggjur. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Komið sæl að nýju. Nú höfum við farið við fréttir vikunar. Núna ætlum við að ræða mál sem hefur verið talsvert í deigluna undanförnu varðar áfengissölu á Íslandi. Menn deilum það hvort að ríkið ÁTVR hafi einkasölu rétt á þessari stórhættulegu vöru í íslensku samfélagi eða hvort að netverslanir með lager á Íslandi hafi löglega hafi innreið sína á þennan markað. Hagkaup hefur nýverið tilkynnt að þeir séu byrjuð að selja vöru með þessum hætti. Og hér í settinu hjá mér er reyndar einn af frumkvöðlunum í þessari sölu. Það er hann Arnar Sigurðsson sem stofnaði Sante fyrir örfáum árum. Og svo er hér þingkona Framsóknarflokksins sem heitir Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Hún hefur látið að sér kveða í þessari umræðu og verið á öndverðu meiði við Arnar þetta mál. Komið sæl og blessuð.
Gaman að sjá okkur hér í góða veðrinu á þessum góða föstudegi. Haldís ekki verið bara líka á öndurum meiði við formann flokksins að hverju leyti? Já, við skulum leiða það fram. Hafdís, kannski til að byrja á þessu að því að þú situr í þinginu og menn eru að ræða það að fullri alvöru hvort að það standist lög, að menn stundi þessu umsvifamiklu viðskipti. Arnar er búinn að lýsa því yfir að veltan hjá honum í ár sé 2 milljarðar, smáríkið, nýja vínbúðin og hvað allir þessir aðlar heita. Þetta orðið mikil umsvif. Eru áhöld það hvort að menn megi gera þetta eða ekki? Það er náttúrulega ágreiningurinn snýra því að lagerinn hér á landi. En ef að við ætlum að gera þetta alveg samkvæmt bókstafnum, þú veist, þetta náttúrulega EES réttur sem að við byrjum á þessu að vera með netsölu áfengis hér á landi. Sem að hún lögleg, já, en ef að lagerinn erlendis. Já. Þannig að það svolítið bitbeinið. Þú veist, þetta löglegt að hafa lagerinn hér á landi sem að þá bara að þá ert komin út í smásölu og ríkið samkvæmt lögum hefur vissulega enga sölurétt í smásölu á áfengi, bara samkvæmt þeim lögum og þeim lagabókstöfum sem að við þurfum að fara eftir. En þetta bara stóra spurningin. Erum við á gráasvæðinu? Þetta löglegt eða þetta bara hreinlega ólöglegt? Og hvert svarið? Þú lögfræðingur og situr á þinginu? Já. Þú þarft að kveða upp úr þetta í lok dags eða ekki? Jú, mér sýnist á öllu að það að hafa lagerinn hér á landi sé nú ég ekki búin að kafa mikið ofan í þetta og ég ekki búin að fara með mál fyrir dóm og svona ýmislegt eins og Arnar hefur gert. En að öllum gögnum sem að ég hef séð, þá sýnist mér þetta vera ólöglegt í þeirri mynd sem það núna. En hvernig ætlum við að ná utan það síðan stóra spurningin og samtali sem við þurfum að eiga. Arnar, þú ert með lager út á fiskislóð, það ekki? Eyjaslóð. Ég nú komið í þennan stórum mikla lager. Þetta ólöglegur lager? Nei, og fyrir náttúrulega þingmanni þá get ég nú bara uppfrætt hann þó að þetta hafi ekki kannski verið kennt í lagadeildinni að lögin nú ekkit ofboðslega flókin þarna, Þetta sem sagt áfengislög tiltölulega fáar greinar og það ekki eitt einasta ákvæði staðsetningu á lager. Þannig að ef að þingmaðurinn og fleiri hafa haldið að þetta sé á einhverju svokölluðu gráu svæði vegna þess að lager sé staðsettur á Íslandi, já, þá þessu bara fljótt svar, þá geta menn hægt að tala þetta vegna þess að það ekki stafkrókur í lögum, ekki einu sinni í reglugerð, hvað þá meira, staðsetningu á lager. Hvað það þá í löggjöfinni sem að veldur því að þetta grátt eða mögulega svart svæði? Já, mér finnst náttúrulega bara mjög skýrt í áfengislögum og í rauninni regluverk einkasölu ríkisins á áfengi, á smásölunni. Ég meina við getum verið með lager og þú getur farið og pantað, þá þarfst náttúrulega bara að vera með tilskilin leyfi, þú veist, vínveitingaleyfi eða annað slíkt þar sem þú getur bara farið í hvaða heildsölu sem og keyptir vín. En það að vera með smásölu á áfengi kannski eitthvað sem við þurfum að ná betur utanum því að lögin átvr mjög skýr. En ekki netsala bara smásala? Það hefur ekkert með staðsetningu á lagarnum, hvað sem hann í Singapúr eða í London. Smásala náttúrulega það sem þú getur pantað þér vöru og fengið hann hvort senda heim eða náði hann samdægurs. Það getur líka verið heildsala? Vissulega, en erum við þá að tala það að þú sért komin út í það að við séum bara út af því að það einkasöluréttur á áfengi í smásölu hjá ríkinu. Það lagaumhverfi sem við búum við í dag. Ef við ætlum að breyta því hins vegar, þá þarf náttúrulega bara að taka það pólitíska samtala af einhverju alvöru og skoða þá hvaða sjónarmið liggja baki og hvaða afleiðingar það hefur. Ef að lagerinn ekkert atriði, Arnar, og það ljóst af lögunum að átvr hefur ríkis einkasölu rétt á áfengi í landinu. Já. Það þá ekki brot á þeim lögum allavega? Ertu ekki að brjóta þau lög alveg fortakslaust? Nei, þau lög voru sett á sínu tíma miðað við þær aðstæður sem þá voru. Það voru 9 afgreiðsluverslanir, þar sem var afgreiðsluborð og fólk fekk afhendi. Þessar verslanir tóku ekki einu sinni kreditbort og enn síður var auðvitað netverslun sem að nota bene átvr komið í. Nú Ísland internetið var ekki til á þessum tíma. Internetið var ekki til og Ísland bókar viðauka við EES-samninginn. Þetta ekki
Sko, einokunar rekstur ÁTVR ekki heimild samkvæmt sko EES-samningnum, en Ísland og Noregur og Svíþjóð og Finnland bóka viðauka við samningin, sem svona kannski stigsmunur en ekki, sko, já, að hérna, að þeir hafi heimild til þess að stunda þess háttar starfsemi, hérna, eins og þeir voru með á þeim tíma. Einkasöluna. Já, og hérna, en svo bara kemur nýtt verslunarform og til dæmis þessi lög, þar sem að fjallaðir heildsölu og smásölu, og það engar lögskýringar, hvað þessi hugtök þýðir, hvað þýðir heildsala, hvað þýðir smásala. Nú, þannig að sko kemur inn á lögmætisreglu og auðvitað allt leyfilegt sem ekki sérstaklega bannað. Þannig að, en það mjög áhugavert þetta hugtak, þannig að við þurfum að ná utan þetta sem þingmaður talaði og það heyrist dálítið talað það núna, að hérna, það þurfa að ná utan þessa hluti. Nú, merkilegt nokk, þá heyrðist þetta aldrei áður. Þeir sem að sko gala hæst á torgum af áhyggjum yfir þessu verslunarfyrirkomulagi sem að fólk kann augljóslega meta. Nú, fólk hefur aldrei sett út á það að hérna, til dæmis ÁTVR hefur verið upplýst af því að vera með vægast sagt sleifarlag í skilríkjaeftirliti. Nú, það þekkja það allir sem eru hérna komnir til vits og ára að hafa fengið afgreiðslu hjá ÁTVR með áfengi undir lögaldri. Nú, ÁTVR gefur sjálfum sér fallengun á þessu sviði á hverju einasta ári, þar sem að sko 5-25% af þeim sem að reyna að sleppa við skilríkjaeftirliti, sleppa í gegn, sem unglingar. Nú, aldrei heyrðist neitt talaði þetta. Nú, sömuleiðis talandi að ná utan þetta eins og við vorum að tala. Þegar að til dæmis Leifsstöð var nú breytt í einn allsherjar áfengisránkala, þar sem að sko salgæti, snyrtivörum, leikföngum og fléttað saman smekklega og allt umvafið áfengisauglýsingum. Aldrei heyrðist neitt í Framsóknarflokknum út af þessu. Aldrei. Förum að þessi Framsóknarflokkinu eftir. Þú ert nú í svo fagurlega grænum í tilum dagsins, mastersjakkin. Þú ekki svarað því, Arnar. Lögin kveða á að það sé ríkis einokun á áfengisölu í landinu. Já, á þess. Þú ert ekki ríkið. Nei. Og þú ert að selja áfengi fyrir 2 milljarða inn í landinu í smásölu, já. Það brot á þeim lögum. Nei, við erum með... Lögin kveða á að ríkið hafi einokun á þessu. Nei, sko, já. Jú, lögin kveða víst á það. Já, en þau ná bara til Íslands. Því miður, þá það bara þannig að við getum ekki sett lög í öðru landi. En við erum á Íslandi. Já, við erum á Íslandi, en internetið ekki með neina landamæri. Þannig að við erum auðvitað með franskt fyrirtæki sem selur vínið til neytenda á Íslandi og hingað til hefur það verið litið svo á að íslenski neytendur geti verslað vín af hvaða vínsala sem svo fremur hann eigi heima í útlöndum. En þetta ekki bara orðingilsháttur? Nei, ég meina... Ef að menn ætla að tryggja ríkiseinokun á áfengi landinu, að þá hlýtur það að vera orðingilsháttur að menn breyti bara kennitölun og færi hana til Bón eða París eða einhvert í Fraklandi? Nei, sko, ég meina, þú verður þá einfaldlega bara að loka fyrir það að íslenski neytendur geti verslað sko vín erlendis frá. Kemur það til greina? Og ég meina það þú verður að segja upp EES-samningnum á þessu í leiðinni. Kemur það til greina að þínu mati? Nei, það bara andstætt EES-samningnum að við séum að loka fyrir slíku viðskipti. En hvað hægt að gera þá? En við þurfum náttúrulega að koma, þú veist, sko, fyrir mér það náttúrulega bara mjög skýrt að í þessum ákvæðum í EES-samningnum að þér heimilt að versla með áfengi í netsölu milli landa, en það samt að lagerinn sé erlendis. Og það ekki til lögunum lagerinn? Nei, en samt sem áður, þá það einhvern veginn eðlileg netsölu að þú ert með fyrirtæki erlendis, að þá hefði maður haldið það að lagerinn væri staðsettur þar, en ekki bara við séum
ég ekki að segja að samt þessi eitthvað skúffufyrirtæki í Frakklandi, en að við séum ekki með slík skúffufyrirtæki sem að geta leyft sér að þræða í rauninni kannski gráasvæðið eða finna glufur í lögunum. Er þeir að fara á svig við lög með þessu þá? Ég held að það sé bara hreinlega ekkert lagaumhverfi sem nær utanum þetta hér á landi. Af hverju ætti dómsmálaráðherra annars ítrekað að vera að leggja fram lagafrumvörp netsölu með áfengi á Íslandi? Það ágætt að þetta komið fram að það sé ekkert þetta í lögunum. Ég meina að það kannski ágættis punktur inn í þetta. Ef það ekkert þetta í lögunum, þá þetta náttúrulega heimilt, skilur. Þá getum við alveg hægt að tala þetta gráa svæði. En við erum samt sem áður með þetta þannig að skilningur margra sérfræðinga sá að lagarinn þurfa að vera staðsettur erlendis þrátt fyrir að þau séu með skráða virðisaukaskattsskráningu hér. Hvaða sérfræðingar eru það? Eru það þá lögmenn ÁTFR eða? Meðal annars, og svo erum við með alls konar sérfræðinga, bæði í lýðheilsumálum og forvörnum og svona ýmislegu sem eru. Lögfræðingar ÁTFR skiluðu nú stofnuninni áliti árið 2014, lögfræðiáliti það hverju þyrfti að breyta í íslenskum lögum ef til þess kæmi að einhver myndi nú opna fyrir netverslun til íslenskra neytenda. Niðurstaðan var að eins og niðurlagið á lögfræðiálitinu sagði að það þyrfti að byrgja brunnin áður en barnið félli ofan í. Nú, þótti sérstök svona samlíking en þetta var niðurstaðan. Þetta var nú álit bara sem að pantað álit frá ÁTFR sjálfu, og reyndar eitthvað sem þeir eru kannski ekkert mikið að hampa svona dagstælega og enginn auðvitað les nema bara hverju skrýtnir menn, en álitið bara einfaldlega segir að tíundar að íslensk lög séu mjög fátækleg og girði ekki fyrir netverslun. Þannig að þetta bara pantað álit frá ÁTFR sjálfum. Já, og það sem að ég og Arnar virðumst vera mjög sammála að lögin áfengissölu á Íslandi eru orðin úreld og við þurfum að uppfæra þau. En í hvaða átt ætlum við að uppfæra þau? Það samtalið sem við þurfum að taka sem samfélag, sem stjórnmál, innan stjórnmálana. Þetta mjög pólitískt bitbein, bæði innan núverandi stjórnarsamstarfs, en líka bara hvernig ætlum við að passa upp á forvarnir, lýðheilsu, með það að sjónarmiði, ég ætla að klára, með það sjónarmiði að við séum að horfa til þess og taka tillit til þess að við erum með breytt verslunarmynstur og verslunarhegðun hér á landi. Hvernig ætlum við bara hreinlega að búa til lagaumgjörð sem að virkar fyrir þá sem að vilja stíga inn á markaðinn eins og Arnar, en samt sem áður, ég alveg tilbúin í það að skoða einhverja mýkingu á þessum lögum. Þetta miklu einfaldara heldur en að þið viljið láta vera eina forvörnin og eina sem skiptir máli. Það bara bannað að selja áfengi til unglinga. Það bannað að auglýsa það líka. Undir já, það kannski, nú erum við að tala sölufyrirkomulag ekki satt, Þannig að það bara bannað að selja unglingum. Já. Hversu mikið þurfum við að deila það? Ég meina, af hverju lokið ekki ÁTFR strax? Ert þú ekki að selja unglingum? Nei, unglingar slepp ekki gegnum, við notum rafræn skilríki, þannig að það sleppur enginn þar í gegn. Það flett upp í hver skipti sem En þarf ekki ÁTFR bara að nota rafræn skilríki? Jú, ef þeir myndu gera það, þá væru þeir komnir á sama stað og við og gætu þar að leiðandi líka bara hætt með þetta gloppótta skilríkja eftirlit sitt. En þá bara átt að hvetja þá til þess, en það sem að mig langar að ÁTFR einu aðeins sem selur unglingum áfengi í dag á Íslandi. Það sem að mig langar til að spyrja þig út í, Hafdís, varðandi löggjöfina og þá þessa mýkingu sem þú talar hver þín afstæð í þessu? Hvernig vilt þú sjá þetta umhverfi þróast? Mín afstæð náttúrulega bara svo að ég vil auðvitað gera þetta innan ramma ÁTFR fyrst og fremst. Þú vilt að ÁTFR sé með einokunar söluna? Já, ég vil að við séum með ríkisfyrirtækið áfengisverslun ríkisins út af því að ég held að okkar hagsmunum varðandi forvarnir og lýðheilsu sé best gert þar inni. En það þýðir ekki að þetta geti ekki farið saman. Af hverju það best gert? Nú höfum við síðan svo með tóbakið. Það sannarlega selt í gegnum ÁTFR. Það hefur verið selt í matvöruverslunum og sjoppum og
og söluturnum. Já, bara tóbakið, ekki nikotín. Já, en sjáum tóbakið. Tóbakið bara hrunið. Maður sér fólk reykja út á götu og maður bara snýr sér úr hálsliðnum. Það hefur ekki gerst vegna þess að menn hafi þurft að fara í ÁTVR til þess að kaupa tóbak. Nei, en samt sem að það fer þessi innflutningur í gegnum ríkið. En það hefur ekkert með það að gera. Aðgengið hefur verið algjörlega takmarkalaust. Já, en sko gagnrýnin á netsöluna og þessa rosalega skjótu afgreiðslu á áfengi. Þú pantar á netinu og getur fengið þetta heima eftir hálftíma. Já, tóbakið hefur verið Já, en nú erum við að tala um áfengið. Þú veist að áhyggjurnar eru að þetta muni bara auka neyslu og að lýðheilsusjónarmið bara, þú veist, fjúki á haf út og að forvarnir verði bara að engu. En þess vegna langar mér að spyrja. Ég meina, sko, er ekki megi lýðheilsusjónarmið og eina lýðheilsusjónarmið að selja ekki unglingum áfengi? Jú, en hvað með auknu neyslu innan veikra hópa? Já, heyrðu, sko, hvar eru tölfræðin á bakvið það? Hvað hafið þið fyrir ykkur í því? Við getum tekið bara síðast ár. Af einhverjum ástæðum er nú Hagstofan ekki ennþá komið með tölur áfengisneyslu Íslendinga á síðast ári. Reyndar hefur landlæknisembættið ekki skilgreint hvað er aðgengi að áfengi. En ég hef auðvitað lagt til að það sé sko fjöldi útsölustaða og fjöldi vínveitingastaða sinnum afgreiðslutíminn. En það er ekki til nein tölfræði sko þetta. En ég tel að nokkuð víst á síðast ári hafi þrátt fyrir allt þetta aukna aðgengi. Þá hafi nú áfengisneysla Íslendinga ekki aukist. Ég held hún hafi jafnvel dreifst saman. Og það verður náttúrulega rosalega vandræðalegt fyrir ykkur að þurfa að útskýra það. Við vitum alveg hvað þið myndu segja ef áfengisneysla væri að rjúka upp samfara þessu aukna aðgengi. Ég veit alveg hvað þið myndu segja þá. Þá myndu þið segja, sjáu þið nú til, þetta er nú út af þessari netverslun. Hvað ætlið þið eiginlega að segja núna ef áfengisneysla er að draga saman? Þráttur þetta aukna aðgengi. Áfengisneysla er að draga saman og sala ÁTVR á áfengi er að draga saman. En ég menna, þú skilaði náttúrulega þínum hagnaði. Ég er að tala um heildar áfengisölu. Já, en samt sem áður þá eru blikur á lofti og það eru ákveðnar rannsóknir sem er verið að framkvæma, sem að sýna fram á það. Það eru, þú veist, það er aukin neysla. Breytt neyslumynstur vissulega. Nei, það er ekki aukin neysla. Breytt neyslumynstur. Nei, já, sko, breytt neyslumynstur. Þetta er bara einfalt. Ég ger ekki auðvitað kröfu til þín að þú hafi lesið þessar svokölluðu skýrslur sem að landlæknisembættið leggur fram. En þú veist, treystu mér, ég er búin að gera það. Ég er búin að lesa það allar. Og sumar hverjir oftar en einu sinni. Þetta er allt þvæla. Allt saman. Það er ekki eitt. Já, við getum bara byrjað á grunngögnunum. Það er það er alltaf vitna til hvað Íslendingar drekki mikið og það er því oft tjaldað til að við drekkum minna heldur til dæmis aðrar Evrópuþjóðir og það sé auðvitað ÁTVR að þakka og þessu sölu fyrirkomulagi. En þá skulum við skoða hvernig tölurnar eru reiknaðar út. Nú, þetta er gjarnan miðað við frá þegar bjórinn var leyfður. Nú, á þeim tíma, þá var bara árið 0. Það er bara gert ráð fyrir að það hefði engum bjór verið smiklað til landsins og engin bjór verið seldur í fríhöfninni. Vegna þess að síðan, allar götur síðan þá, hefur til dæmis áfengissala í fríhöfninni sem er stærsta áfengisverslun landsins. Hún er aldrei tekin með í tölunum. Nei. Já, vissur það? Ég vissi það. Já, hvernig vissur það? Þetta er hvergi komið fram. Nei, við töluðum saman innan fyrir ára síðan. Já. En er það ekki alvarlegt mál við mat á því hvernig áfengisneyslan þróast ef að við erum ekki með langstærstu verslunina þar sem að fólk, ég fer oft í gegnum leifstöð og maður sér fólk bara með tróðfullar körfur og er að reikna út hvernig það geti hámarkað innkaupin og ég hef að nýta vini sína sem eru orðnir uppholnaðir og fá að nota tollin þeirra líka. Ég bættu við sko allir léttbjór 2,25% sem er seldur í matvöruverslunum. Þú þarft nú ekki annað en 2 léttbjóra þess að fá sama áfengismagn og er í einu. Þetta er heldur ekki tekið með. En það sem mér langar til að spurja þig Hafdís út í vegna þess að við erum með ÁTVR og það eru flestir sammála það að þetta eru öflugar verslanir og það er talsvert úrval og viðkonuleg þjónusta og kokteilauppskriftir og býta aðeins allar. Nú eru þeir að fjölga verslunum. Þeir koma sér fyrir við hliðina á matvöruverslunum. Það verður verið að opna risaverslun þarna í Garðheimum rétt hjá 2 mjög stórum verslunum
Þeir eru konum með netverslun, þeir eru farnir að auglýsa netverslunina sína jafnvel í héraðsblöðum fyrir norðan og austan og vestan og segja að þetta er stærsta vínbúðin, þú getur fengið frábæra þjónustu og snögga afgreiðslu. Ef að lýðheilsusjónarmiðin eru þau að áfengisverslun ríkisins eigi að halda utan þetta til að skerða aðgengi. Er það þessi stofnun sem er rekin í skjóli ykkar ríkisvaldsins, fjárveitingavaldsins og löggjavaldsins, er hún ekki á einhverju mjög hálli braut í sinni starfsemi? Jú, en þetta er bara, þú veist, ánáttúrulega ekki verið í samkeppni og á ekki að vera í markaðssetningu á áfengi. Það er í rauninni línan sem er innan míns flokks. Og kannski ekki að selja unglingum heldur. Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er annað málarnar með þau hættis að klára. Ég ætla samt að fá að segja að sjálfsögðu, en mín afstæða hefur ekki verið að skerða aðgengi eða að minnka það þannig að við getum ekki, þú veist, verið innan þess lagaramma sem að við búum við í dag. Ég lagði fram frumvarp opnun á sunnudögum, afnám helgidaga og svo framvegis og svo framvegis. Það er náttúrulega aukið aðgengi. Já, en er það ekki gegn lýðheilsusjónarmiðunum sem að þú tala fyrir? Jú, en málið er það bara að við erum með forvarnir og fræðslu líka innan ÁTVR, þrátt fyrir að sumi vilja ekki meina að við séum að gera það. En hvernig birtast þær forvarnir og svo fræðslu? Ég versla mikið á ÁTVR og ég það er ekki verið þegar þú ferð inn í ÁTVR. Þá er ekki verið að koma og reyna að selja þér tilteknar vörur. Það eru útstillingagluggar með vörum út í glugga og þetta er inn í stórmörkum á fjölförnum stöðum. Já, en það er engin starfsmaður sem kemur til þín og segir bara, já, taktu nú þessa líka og þú veist, já, þessi líka og eitthvað svona. En býtu, ég ætla að fá að klára. Hvernig er það fríhöfninni? Það er smökkunarborð sem að stóða á We want you to taste. Þar til fyrir nokkrum ára, það var það nú reynd að tekið frá. Það er smökkunarborð í sjálfsafgreiðslu. Já, fyrst. Ég er bara að tala hvernig getur við ringað aðgengið með heilbrigðum hætti innan þess lagaramma sem við höfum yfir að búa núna. En netverslunin sem við erum að tala um eins og maður fer inn á Sandi eða þessi fyrirtæki, er verið að ota þér vörunni með einhverjum öðrum og alvarlegri hætti heldur en þegar þú lappar inn í Heiðrúnu eða vínbúðinni í Kringlunni? Nei, sjálfsög ekki, en það er samt sem áður, ég er bara að segja að áhyggjur fólks liggja svolítið þar. Að þetta muni auka neysluna, það verði aukin markaðsöfl sem að verða bakvið sölu á áfengi hér á landi. En ég er ekki að segja endilega að þetta sé ekki framtíðin. Eitt varðandi markaðssetninguna, því að það er síðan annað mál og varðandi internetið sem að einhverju héldu lengi vel að væri gervihnöttur yfir Sviss en er eitthvað allt annað fyrir bæri. Hvernig ætla menn að koma í veg fyrir áfengisauglýsingar inn á samfélagsmiðlunum og inn á vefsíðum? Ég fer inn á Guardian eða einhverju golfsíður í Skotlandi og þar er allt morandi í einhverju viskiauglýsingum. Getum við komið í veg fyrir þetta nema þá bara með því að slökkva á aðgengi fólks að internetinu erlendis frá? Nei, við getum það ekki, en á okkar ljósakamiðlum þá er þetta ekki heimilt. En á Facebook þá virðist þetta vera bara svolítið vilda vestrið. En ég er samt þeirrar skoðunar að við getum ekki endalaust verið að taka þetta debattina og vera að þráast við að við séum bara á að Arnari finnst við vera á rangri leið og okkur finnst hann vera á rangri leið. Af hverju tökum við ekki bara samtalið upp á næsta stig og tölum það hvernig við getum leyst þetta pólitíska bitbein sem að virðist vera orðið ansi stórt í okkar samfélagi. Ef Arnar lofar þér að taka þátt í lýðheilsu sjónarmiðunum og vara fólk við að drekka mikið af rauðvíni frá Búrgúndi og hann reyndar lengi vel varaði fólk við að drekka nokkurt annað rauðvíni en frá Búrgúndi en nú hann að selja úr frá öðrum hér núna. Ef að þessi fyrirtæki heita því að sinna lýðheilsu sjónarmiðunum betur heldur en ÁTVR sannarlega er að gera í dag með sinni aðferðafræði. Er þá ekki sjálfsagt að leyfa þeim að standa í þessum atvinnurekstri eins og bara gröfukörlunum eða rafvirkjunum út í bæ? Mér finnst sjálfsagt, bara svo að það sé sagt hér, að netverslun með áfengi verði lögleg að einhverju leyti, en samhliða því vil ég sjá stór eflingu á meðferðarúrræðum, geðrænum úrræðum, bara í rauninni bara geðheilbrigðiskerfin okkar og hvernig ætlum við að grípa þá sem að síðan missa fæturnar í þessu þá aukna aðgengi. En það er sem áður þannig að... Þú vilt hafa ríkiseinokun, en þú vilt samt opna á netverslunum? Ég væri til í að fara norsku leiðina. Ég væri til í að leyfa bjór í verslunum upp að 4,5% sem er þá bara seldur á ákveðnum tímum
á ákveðnum stað inn í búðinni, en ekki eftir 9, ekki á sunnudögum, eitthvað svona skilur, sem að stríði gegn mínu frumvarpi, að ég vil opna ÁTVR á sunnudögum og á 1. maí og 17. júní. En af hverju ósköpum má ég ekki kaupa bjórinn klukkan 11 á miðvikudagskvöldi? Já, en það er það sem að ég er að segja. Við erum að, stíga lítil skref í þessa átt, því að mínu viti er það óhjákvæmilegt. En þú vilt banna áfengissöluna, þú vilt leyfa þennan léttbjór eða 4,5% en stoppa það á ákveðnum tímum sólarhringsins. Ég er bara að segja að við þurfum að stíga skynsum lítil skref í þessa átt. En sko ef við ætlum að fara í það. Af hverju má ég ekki kaupa með bjór klukkan 11 á miðvikudagskvöldi? Er eitthvað sem að gera fyrir það að þú getur gert það núna? Nei, þú ert að segja að þú vilt hafa, þú segir við viljum setja löggjöf sem er skynsöm, notar orðið skynsemi og þú talar fyrir svona lokunum af þessu tagi. Ég er að tala fyrir því að ef við ætlum að fara í þetta og það var það sem ég var að koma að ef við ætlum að fara í að búa til lagaramma utanum þetta sem að allir geta fellt sig við, að þá þurfum við að fara í stóreflingu á forvörnum, horfa til lýðheilsusjónarmiða og efla geðheilbrigðis úrræði. Samhliða. Út af því, ég ætla að fá að klára, út af því að það eru vissulega rannsóknir sem að Arnar, það er alltaf hægt að leita eftir staðfestingu á sinni eigin sannfæringu, eins og við vitum. Og ég get alveg farið hérna út og leita eftir staðfestingu á minni sannfæringu og Arnar líka, en það eru samt sem áður rannsóknir sem að sýna það að það er aukið aðgengi, hefur í för með sér ýmsa félagslega kvilla. Félags- og heilbrigðislega kvilla. Já, það er bara því miður ekki tölfræði sem styður það. Þetta er bara, það er engin, heyrðu, bendu mér á einhvert, já sko, heyrðu, við getum þá tekið bara einfallega sko þróunina á Norðurlöndum, þar sem eru sko einokunarverslanir. Það eru reynda í nokkru fylkjum í Kanada líka. Nú, áfengisneysla á Norðurlöndum hefur annarkvort staðið í stað eða aukist. Áfengisneysla í suðurhluta Evrópu, þar sem er viðskiptafrelsi allstaðar, er að minnka og það stórlega. Veitu, hvað sannar það? Sérst, áfengisneysla upp, það sem er einokunarverslanir, niður það sem er viðskiptafrelsi. Hvað sannar það? Sannar það að einokunarverslanir auki söluna? Nei, við vitum alveg hvað þau myndu segja að þetta var í hináttina, sko. Þá myndu þið kenna viðskiptafrelsun en hvað ætlið að segja yfir þessari þróun sem er núna? Nei, það stenst ekki sko neitt af því sem þið eruð að segja og ég veit bara ekki hvað kemur fólki eins og Framsóknarflokknum til að halda það að þið séu þessu umkomin, stýra því klukkan hvað einhver kaupir bjór sem er 4,5% eða er ekki 5% eða öfugt. Hvað fær ykkur til að halda að þið séu svona yfir aðra hafna? Ég meina, við viljum ekki að unglingar geti keypt áfengi. Þið eruð að selja unglingum áfengi. Af hverju lokið þið ekki? Það er ekkert að marka það sem þið segið. Þið talið... Það er ekki eins og það sé sjálfstætt markmið út af fyrir sig að nei, sko, þið hafið aldrei lyft litla fingri út af sko óheftri markasetningu. Markaskostnaður ÁTVR á hverju ári er ég myndi segja örugglega hærri heldur rekstrakostnaður allra samkeppnisaðila þeirra, bara markaskostnaðurinn sko. Og þarna eru 100 milljóna í auglýsingar. Hvað er það? Er það ekki alveg rétt, sko, nú sér maður eins og ég skoðaði forsíðu á Héraðsfréttablaðið þar sem ÁTVR er að auglýsa þessa rosalega öflugu netverslun og þjónustu. Þeir nýta tækifærið og opna eða auglýsa opnunartímana grimmt. Þeir mega ekki auglýsa og ætla auðvitað ekki auglýsa áfengið beint en auðvitað er þeir að vekja athygli á áfengisölunni með þessu. Jú. Er þetta ekki bara tvískinnungur? Að vissu leyti. Er þetta ekki bara þvæla að halda því fram að það séu einhver lýðheilsusjónarmið í því að láta einhver andlitslausa embættismenn sinna áfengisölunni frekar heldur en svona orðháka eins og Arnar Sigurðsson? Jú, ég held nefnilega bara að það sem að er bara almennt miskilningurinn í þessu viðtali er að við erum meira sammála heldur en að allir halda. En ég er bara vil fá forvarnir og lýðheilsusjónarmiðin inn í þetta líka. Nei, þú ert fylgjandi ríkis einokun með áfengisölu á lýðheilsusjónarmiðin. Þú sagði það hér rétt áðan. Já, þannig að þá eru þið alls ekki sammála. Það þýðir samt ekki að við getum ekki tekið samtalið það hvernig við getum haldið þessu áfram til framtíðar.
eins og ég sagði hérna í fyrra í viðtali með Arnari, að við þurfum bara að stíga ákveðin skynsum skref í þessu og sjá hverjar afleiðingarnar verða. Eitt langar mig til að spyrja það út í, að því að nú sjáum við þessa stóru auknu veltu hjá Arnari og fleiri netverslunar sem eru opna, Hagkaup komið inn í þetta og annað. Nú eru þúsundir, jafnvel 2000 Íslendingar nýta sér þessa þjónustu. Fólk er ánægt með þetta, er svona einhvern veginn að kynnast nýrri þjónustu hvað þetta varðar. Getur löggjafinn með góðu móti skrúa fyrir þetta? Þetta er svona í samhengi við bara breytingarna sem internetið hefur í för með sér. Af hverju er verið að loka á það til þess að innlendir miðlar megi hafa auglýsingatekjur áfengi þegar allir erlendu miðlarnir moka inn á því og fólk hvort þið er með þetta fyrir augunum? Er ekki bara fullkomin tvískinnungur í því? Mér finnst alltaf hættulegt að vera með of mikla forræðishyggju af hálfu ríkisins. Bara vera alveg heiðarleg með það. Það er nú gott að það sé komið frá svona manni, það er tilbygging. En út af því að, þú veist, ef þú lokar fyrir á ákveðnum stað, þá er þetta eins og árfarvegur. Vatnið finnur sér leið. Það finnur sér leið innan einhverja klufa í regluverkinu okkar. Þannig að af hverju erum við ekki að ræða hvaða lausnir gætu legið á borðinu? Ertu þú opin fyrir því að heimila áfengisauglýsingar í íslensku miðlum? Nei, ég er ekki opin fyrir því. Ertu þá frekar að tala um það að loka fyrir möguleikana á erlendum auglýsingarisum að auglýsa? Hvernig eigum við að gera það? Já. Eins og með Facebook og Instagram og fleiri. Hvernig ætlum við að gera það? Getið stemt fyrir héraðsdóm, það er bara mjög einfalt. En er það ekki tvískinnungur að ætla að banna innlendum miðlunum að hafa tekjur að þessu en heimila erlendum miðlunum? Ég vil ekki áfengisauglýsingar. Ég vil ekki að þetta... Þú getur ekki komið veg fyrir það? Nei, það sjálfsögðu ekki. En það þýðir samt ekki að minn vilji sé ekki skýr. Þessi umræðum þessar áfengisauglýsingar, þó að þetta auglýsingar sé nú ekki mitt hjartarsmál, við reyndar ræddum aðeins áðan, þetta er bara kjánalegt. Áfengisauglýsingar auka ekki áfengisneyslu. Það er ekki þannig. En af hverju með þá að auglýsa vörur? Menn geta barist markaðshlutdeild. Tesla er mest seldi bíll á Íslandi. Það var aldrei auglýst einu sinni. Af hverju er það? Já, þú getur alveg, áfengisauglýsendur, áfengisframleiðendur eða seljendur geta svo sem alveg barist sín á milli einhverja markaðshlutdeild með einhverjum auglýsingum, en auglýsingar auka ekkert neins. Við borðum ekkert meiri mat þó að matur sé auglýstur, Við notum ekkert meira rafmagn eftir að það komi við fleiri rafmagnsseljendur. Við erum ekki með að kaupa fleiri bíla því að það eru svona mörg bílaumboð. En vissulega breyta auglýsingar okkar neyslumynstri. Það er engin tölfræði sem styður eitt af þessu sem þið eruð að segja og sem dæmiðu það og af hverju af hverju þið raunverulega trúið ekki á ykkar eigin boðskap því að aldrei nokkuð tíman hafið þið lyft litla fikkur eða sagt nokkuð skapaðan hlut þegar áfengisverslunum er búið að fjölga jafnt og þétt úr 9 þegar að bjórinn er leyfður upp í 52 í dag. 52 verslanir. Við erum með þéttasta net af áfengisverslunum með höfðatölu í heimi. Af hverju segið ekkert við því? Þið eruð ekki að meina neitt sem þið segja. Leiðin að svara spurningunni. Já. Það þýðir ekki að bauna bara 8 spurningu hér og... Fyrir mér snýst þetta líka byggðamál. Við erum með 50 og eitthvað verslanir. Það þarf að tryggja aðgengið og sama tíma skerða það. Já, en við erum líka að tryggja störf út á landi, ekki satt? Nei, en hvernig er það sem að þú ert að segja? Að tryggja störf út á landi, er það kjarninn í þessu? Þannig erum við komin að þessari dæmigerðu framsóknar hugsun, Það er búið að finna sérhagsmunahópa sem er alltaf að ná í atkvæði frá. Leyfðu Hafdís að klára. Já. Það er nú náttúrulega bara staðreyndin að Framsóknarflokkurinn hefur alltaf talað fyrir landsbyggðinni og mun alltaf gera það. Já. En hvernig ætlum við, ef við leggjum niður ÁTVR að tryggja öllu þessu fólki störf, ætlar þú að gera það? Þú að fara að opna útibú á Reyðarfirði og fleiri stöðum. Býtu, ég er að tala, þú ert búin að fá þína 10 mínútur hérna. Hvernig ætlum við að tryggja öllu þessu, þú vilt leggja niður ÁTVR, ég er ekki þar. En ég vil rýmka regluverkið þannig að við getum öll starfað í sátt og samlyndi innan lagaramans. En skilji þið rétt að þú viljir halda í ÁTVR til þess að tryggja fólkinu sem starfar þar atvinnu? Ekki aðeins út af því. Nei, en meðal annars? Meðal annars. Þetta er náttúrulega líka bara byggðamál að við séum með starfsemi ÁTVR út all land. Það er ekkert sem að segir það að það skildi Arnar í Sandi eða Smáríkið eða fleiri
til þess að opna útibú á Reyðarfirði eða Egilsstöðum eða hvað það er. Hvað er að gera við allt þetta fólk? En væri þá ekki ráð að flytja höfuðstöðvar á TFR bara á Raufarhöfn? Já, gerum það. Ég er alltaf fylgjandi þess að flytja stórar ríkisstofnanir út á land. Við skulum spyrja Ívar Afdal út í það ef við náum í hann. Þetta minnir mann á sko þegar það var verið að loka mjólkurbúðunum og menn spurðu þetta er ekki mjólk. Hvað verður afgreiðslustúlkurnar? Það var spurt. Það voru 67 mjólkurbúðir á Íslandi og hvað verður sko þær fóru ekkert á OnlyFans eða eitthvað svoleiðis sko, þær fengu bara vinnu annars staðar við eitthvað þar. Internetið var ekki til að það. En Hafdís, mér langar rétt í lokin við að því við erum sprungin á tíma. Gerur ráð fyrir því að þessi mál verði tekin föstu tökum í þinginu í haust? Eru þingflokkarnir eitthvað að ræða sína milli meirihlutin það að koma þá einhverju skikki á þessa löggjöf sem þið hafið áhyggjur af? Ég held að þetta verði stór umræða í haust, já. Og við þurfum að taka þá umræðu af skynsemi og af svona heilbrigðri skynsemi, hvernig við ætlum að nálgast það. Að sjálfsögðu erum við með ólíka flokka í ríkisstjórn sem að greinir á nálgunina í þessum málum. En til þess að geta komist að einhverju niðurstöðu þá þarf að tala saman. Það er gott að við getum þá þjóðstarta umræðunni hér í síðasta þætti spursmála fyrir sumafrí. En ég þakka ykkur báðum fyrir komuna og hressilega umræðu. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Arnar Sigurðsson. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn og við erum reyndar á leiðinni í sumarfrí eins og margir aðrir. Við verðum komin hér á skjáinn aftur þann 16. ágúst með glóandi heitt efni, mjög spennandi pólitískur vetur framundan eins og við reyndar heyrðum í umræðunni hér og við hlökkum til að sjá ykkur þá. Verið sæl.